Hrafn, tap hérna í rosalegum leik, bara svona hvar fer þetta úrskeiðis hjá ykkur? Já, við náttúrulega missum það frá okkur hérna kannski svona á mótum þriðja og fjórða leikluta og hérna kannski náðum ekki alveg, kostaði kannski einhver ákveðna vinnu að ná því aftur. Þannig að hérna, ef við unnum okkur aftur inn í leikin, það er náttúrulega, það er eitthvað, við reynum bara að byggja því. Þessi leikur, þetta er svona bara eiginlega pínu copy-paste á síðustu tveim. Þeir eru svo sem að mörg leyti kannski að spila einhver ágætisfæri en hitt er náttúrulega ekki til þess að bara bjarga líf ykkar á tímabilum. Þannig að þú veist, hvað heldur þú þurfa að fara að laga núna fyrir næstu leik? Nei, ég meina þetta eru bara tvö lið að spila hörku vörn og hérna það er ekkert mikið af opnum færum sem er að bjóða hérna. Mér fannst við kannski bjóða fleiri opin heldur en þeir því miður í dag. En við erum að berjast og við erum að gefa okkar alla í þetta og við vorum ekkert alltaf langt á það núna. Atvikstaxi bara á fyrstu 2 mínútum leiksins þar sem að Ryan Taylor virðist lemja niður Hlyn og þú varst alls ekki ánægður og vildi fá manninn út af. Hvernig leit út fyrir þig? Ég veit ekki, sko, það er nú allt brjálað hérna núna eftir leikinn skilurðu, þannig að hérna, maður verður kannski ekki að vera að kasta eldsneyti mikið á þann eld til viðbótar en hérna, ég held að fólk verður bara að horfa á vídeo. Ég meina, ég held fyrst að þetta var olbói, mér fannst nú einhvern veginn að þetta væri bara sveifla, sko. Bara í hnakkan á manninum og það eru 3 dómarar sem eru vel staðsettir og öll stjórn FIBA ansi vel staðsett líka þarna til þess að sjá þetta og það er bara leiðilegt að fólk pikkið ekki upp því miður, það bara gerist ekki þarna en ég hugsa að við höfum örgulega misst stjórnarskap okkar full mikið í kjölfarið. Þú sjálfur hérna eftir leik hafa mikið darraðað sig kringum þig, hvað gerist það? Sko, málið er að ég á að væntanlega að hafa dregið hendunum tilbaka þegar að Taylor ætlaði að rétta mér. Mér fannst við eiginlega hvorugir skilurðu koma fram. Það er svo mikið af vesinni í gangi í leiknum og ég er alveg ekki barnanna bestur. Ég er ekki að fara að leita mér að einhverju slagsmálum við mann sem myndi pakka mér saman hérna á 0-1 sko. Þannig að síðan bara vildi hann fá að ræða það við mig og við gerðum það. Það er bara mjög leitt. En þú veist, ég verðist einhvern veginn vera segull á þetta núna og líka til síðasta leik og hérna, það var ekki planið að sleppa honum einum úr hérna í allri röðinni sko. Næsti leikur á sunnudaginn, það getur þýtt annarkvort þið farið í sumarfrí eða komið einu sinni enn. Við hverju megum búast við þeim? Sama bara meira af því sama segir maður. Ég býst við því að sá leikur fari alveg fram á síðustu sekúndu og hérna já, vonandi bara komum við hérna, það verður eitthvað saumað ykkur þá, sýnst mér. Heldur það þurfi kannski mest á öllu að svona passa bara spennustíð eftir svona leikasöðu í dag? Já, ég meina þegar að þeir ná okkur, þá erum við að missa boltan, alveg ítrekka frá okkur. Og hérna, bara stuttu tímabili, við hefum ekkert verið að missa boltan kannski mikið frá okkur sem gegnum sérjum. Að koma þarna tímabil þar sem við vorum að missa boltan og vorum að taka slæmar ákvarðanir, þá náðu þeir þarna 10-12 stiga mun. Þannig að já, við verðum að passa boltan.